Tönju Ísfjörð. Ok, Eiríkur Ingi Jóhannesson segist ætla að þræða kosninga við ykkur annara frambjóðandi í nótt. Ok, flott hjá honum. Hann telur taktíska kosningu hafa unnið gegn sér. Nota bene, það þýðir ekki að hann sé að segja þarna að hann myndi hefði unnið kosninguna ef hann hefði ekki verið taktísku. Þetta bara segir bara að hann fekk færri atkvæði út af því og það er bara líklega rétt. Sjá, Eiríkur Ingi, svona, herðu, fyrirgefið þetta, en allavega, mér langaði að sýna ykkur hérna, hann Eirík Inga, Eiríkur Ingi Jóhannesson, þetta er Wikipedia síðan hans, er íslenskur sjómaður, hann var landsþekktur árið 2012 eftir að hafa lifað af sjóslysi þegar Hallgrímur SI 177 sökk undan ströndum Noregs og var í kjölfari valið maður ársins á Bylgjunni á Rás 2. Þetta er maður sem að, þurfti að horfa á vini sína deyja og þurfti að lifa þá eftir að hafa hort upp á að deyja í sjónum, eins og stendur hérna. Eiríkur Ingi synti sér til lífs í stórsjó, sá hann aldrei aftur eftir þetta. Og hérna kemur Tanja Ísfjörð. Please grant me the confidence of a mediocre white man. Af því að hann sagði þetta, sem sagt. Þetta er, hún fær ekki rosalega góðar móttökur við þessu. Hérna segir einn, Gylfi segir alls ekki mediocre, hvað hefur þú áorkað í lífinu? Ó, þú þekkir mig ekki neitt og veist ekkert hvað ég hef áorkað ekki. Ég ætla ekki að gera þetta í geðs að svara með dæmum. Hún myndi stinga upp í henni og hún gæti. Svo hérna, þetta samt make a low-key sense, ekki það hann hafa átt séns, en örugglega hefði hann færri atkvæði út af taktísk kosningum, segir svona Guðs. Kemur Steini, hann hefði sennilega unnið annars algjörlega vissu það. Og hér kemur besta kommentið. Ef að þessi gæi er meðalmaður, þá þurfum við allir að herða okkur samt. Og sannari orð hafa sennilega aldrei verið sögð, því að þetta er bara eitthvað það heimskulegasta sem ég hef heyrt. Þetta er Eiríkur Ingi kannski ekki það sem að margir kursu sem forsetaefni, en ef að þetta er mediocre white man, aðili sem að bókstallega lendir í óeðlilegum aðstæðum og þurfti að berjast fyrir lífi sínu, það sem að allir aðrir dóu, hann þurfti að horfa upp á aðra deyja og lifa með því, að mali maður ársins, ef að þetta er mediocre white man, já, þá veit ég ekki alveg hvað skal segja við Tönju Ísfjörð, þá veit ég ekki hversu djúpt hatrið eða álitið hennar á kallþjóðinni er. En ef hún kallar þetta mediocre white man og hún, já, það lítur af því að hún telji sig vera eitthvað merkilegur en það, þá segi ég nú bara please grant me the arrogance of a fat liberal activist.